taka dæmi 614 fyrir 4,8 kíló af vatnsmölunu sleppt frá kyrrstöðu af þaki sem er 25 metra hárri byggingu og við gerum ráð fyrir yngri loftmaðstöðu. Við höfum að reikna vinnuna í aðliðnum sem að þyngdar sviðið gerir á vatnsmölununa með þessari færslu. Þannig að við í A þá sleppum við teiknum og mynda þessu þá erum við með eitthvað svona stóra byggingu getur verið Tunninn í Kópavogi eða eitthvað sniðugt og einhver jói sem að sleppir vatnsmöluna niður, hún dettur niður og hæðin og við erum með eitthvað G sem er 9,82. Skulum G er jafnt á 9,82. Og massin á henni 4,8 kíló sem sagt við setjum skiptum sem skiptir ekki miklu máli þegar að við erum að reikna og orku, skiptir máli orku en ekki hraðan beint. Þannig að það er 4,8 kíló. Þetta er sem ég gefið einhver hæð sem er 25 metrar. Þetta er 25 metrar og við skulum stróka þetta út Ok, allt í lagi. A, þá er ég að finna vinnuna sem að þyngdar sviðið er að vinna. Nú, þegar við erum efst uppi, U1, það er hér, U1, pluss K1, það er vélræna orka uppi, 1, og við erum með vélræna orku niðri sem er U2 pluss K2 sem er jafnt á E2 og K1 er 0 uppi því hann er með sleppt úr kyrrstöðu, þannig að þetta K1 er jafnt á 0 og U2 er jafnt á 0. Það er gott að gáa því. Þetta er sem að skiptir máli í þessu. Þannig að efst uppi þá erum við með stöðorku sem er MGH og hún er til jafns við alla hreyfi orkuna niðri sem er öll vélræna orka niðri. Þannig að þetta er vinna sem er unnin af þyngdarsviðinu sem er það MGH og það þýðir 4,8 kíló sinnum 9,82 sinnum 25 og ef við sláum þetta inn í vatnsreiknin þá fáum við vélræna orku unna af þyngdarsviði jarðar sem 1178,4 júl. Þetta er vinnan sem er unnin af þyngdarsviðinu. Nú, við eigum að finna út í bjölinum rétt áður en að versmönunan skellu til jarðar, þá að finna hreyfiorkuna og hraðan á henni. Nú, eiginlega í aðliðinu þá listum við það eiginlega hver hreyfiorka niðri væri.
það segir í raun og veru það að U1, semst orkan uppi, stóðorkan uppi, hún jafnt og hreyfi orkan niðri, þannig að sem þá vélræna orkan sem í kerfinu, og það eru 1178,4 joule. Þetta miðað við loftmótstöðu, gáðu að því. Það því að við fáum smá spurningu hausinn rétt strax. Nú ef að þetta hreyfiorkan, þá erum við með eitthvað sem heitir K2, sem skilgreint sem hálfur mv í öðru, sem massi sinnum hraði í öðru veldi. Og við ætlum nú að stroka eitthvað hérna út, þannig við getum reiknað hérna áfram. Skulum færa þetta hérna, þetta sérst, svo að það komi alveg skýrt til greina að þá þetta B-liðurinn hérna, sem hreyfiorkan þetta hérna, og við ætlum að halda áfram með B-liðin hérna áfram, þar sem við erum með K2 sem hálfan mv í öðru. En við vissum það að K2 sem sagt 1178,4 joule, og við að finna hraðan. Þannig að við ætlum að stroka þetta stöffi allt út þeirra. Ok, við ætlum að einangra vaff út úr þessu efnu, þannig við margfaldum báða hliðar hérna á þessari jöfnu hérna með 2, þá fáum við 2K2 jafnt og mv í öðru, deilum við gegn með m-i, þá eftir vaff í öðru og tökum rótina af 2K2 deilt með m og þá við komið vaffið, þannig að það segja hraðan. Þannig að við skellum inn fyrir þessar stærðir, þá fáum við að tvisvar sinnum 1178,4 deilt með massanum af melunni sem 4,8 rótin af því. Ef við sláum þessu inn í vasarinni, þá fáum við rótina af 491, þetta vaff, og vaff þá jafnt og 22,16 metrar á sekundu. Ok. Þá spurt í C-liðnum, hver væru svörin í lið A og lið B hversu öðruvísi væru þau ef við værum með loftmótstöðu? Nú í A-liðnum þá erum við búin að reikna út orkuna sem að þyngdarsviðið þyngdarsvið jarðar þyngdarhröðun jarðar að vinna á, þannig að það breytist ekki neitt, hérna U1 bara UG sem að 1178,4 joule, það alveg óbreytt, en sko hreyfiorkan hérna niðri, hún yrði svolítið öðruvísi, hún yrði minni, vegna að þegar við erum loftmótstöðu þá erum við að vinna á móti hérna fallinu, þannig að við værum þá með eitthvað sem væri þá K1 plus U1, kannski við ætlum að hérna stróka eitthvað í og nút, þannig við getum hérna velt þessu aðeins fyrir okkur, strókum við allt út hérna, ég ætla að segja sem sagt hérna í C-liðnum sem sagt UG 1178,4 joule óbreytt, en sem sagt hraðin í B væri minni, og hversuna var hann minni, menn að ef við erum með hérna bygginguna hérna aftur, þá erum við með eitthvað sem heitir U1 plus K1, það sem K1 0, þannig við erum bara með U1 sem hreyfiorkan í hérna hreyfiorkan í hérna stöðuorkan í hérna þyngdarsviðinu, og svo hérna niður erum við með U2 plus K2 plus eitthvað sem við kallum bara vaff air resistance, og hérna erum við komið auka lið sem að í raun og veru með öfugu formerki, vegna þess að
hann að vinna á móti þessum orkum hérna. Það er sérst K2 vaff þannig að það sem þetta er 0, þess að það er engin hreyfiorka eftir, að þá þurfum við að draga sérst að því að þetta hérna er hálfur m vaff 2 í öðru, eða vaff í öðru, laga þetta hérna, minnka þetta hérna, vaff þannig að þetta er mínus vaff væri jafnt og hérna reyndar er það plús sko, þetta hérna væri jafnt og U1 sem er uppi, því að þetta hérna er að éta orku af þessu hérna, þannig að það þýðir það sem sagt að hraðinn hérna hann minnkar, hann minnkar. Ok, þá erum við komið með þetta dæmi.